Heil og sæl. Í þættinum í dag ætlum við að tala ellina og það að vera eldri borgari á Íslandi og svona, ég hef svo sem ekki kannski að miklu að miðla í þeim málum. Ég veit að þessi þættir hafa nú svona kannski verið þekktir fyrir að vera ekki beint viðtalsþættir, heldur meira samtalsþættir þar sem að ég og viðmælendur mínir svona bara deilum skoðunum og jafnvel reynslu. En í dag hef ég hins vegar fengið til mín 2 einstaklinga sem að ætla að gefa okkur svolítið innsýn inn í það hvernig að vera eldri borgar á Íslandi. Ég hef fylgst með þeim í gegnum tíðina og finnst þau lifa svo virku lífi, vera svo lifandi og þau hafa svo mikið að gera og vera svo virk og mér langar svolítið svona til þess að yfirheyra þau og spyrja þau hvernig þau eyði dögunum og hvernig það að vera eldri borgar á Íslandi í hraða nútímans þar sem að tæknin tekur breytingum frá degi til dags liggur við. Þannig að hingað hef ég fengið Rafn Sveinsson og Ásdísi Karlsdóttur og verið hjartanlega velkomin. Takk. Takk fyrir það. Og ég veit að það rosa skrítið að byrja þátt kannski á því að spyrja fólk hvað gamalt, en ég hef einhvern veginn grun að það verði einhverju áhorfendur sem að fara að ímynda sér að ég sé að blöffa eitthvað í þessu þætti. Þið séð ekkert eldri borgarar, þið berið ekkert utan á ykkur. Þannig að ég var svona að hugsa hvort þið væri tilbúin að segja fólki hvenær þið fædd. Já, ég fædd 1935. Já. Og ég fæddur 1941. Já, það akkurat þannig. Og við erum náttúrulega bæði þá fædd sem Danir. Já. Já, og það má segja það. Já. Og ég segi það gjarna þegar ég í Danmörk og ég nú fæddur þegar dansku konungur réði yfir Íslandi. Já. En þið talið ekki dönsku á sunnudögum, það eitthvað? Ekki á sunnudögum, en... Það tíðkaðist einu sinni, var það ekki? Jú. Svona í innbænum. Já, í innbænum, það gerði það vist í innbænum, já. Já. Það var það. Já, ég nú af Eyrinni þannig að ég kunni einhvað dansku. Það voru alveg þarna landamæri á milli. Já. En þið hafið náttúrulega ekki alltaf verið eldri borgarar, sko, eins og gefur að skilja. Og mér finnst nú mikilvægt að fólk fái líka að heyra það, hvað þið gerðuð, við hvað þið störfuðu svona áður en að ellin tók við, eins og hægt að segja. Já, ég byrjaði ungur að vinna hjá KEA og það þótti nú mjög gott að fá vinnu hjá KEA því að þá var maður kallað að vera á spenanum þegar menn höfðu kannski ekkert mikla vinnu að finna hér í bænum. En ég var að vinna í herradeild KEA og síðan fór ég að vinna þar í skódeild og síðan var ég fengið til að setja þar upp svona hljómdeild. Og var þar nokkuð lengi þangað til að við ákváðum að flytja til Danmerkur. Vorum þar í 1 ár og komum svo aftur og þá fór ég að vinna hjá Búnaðarbankanum. Já, og síðan, hérna Búnaðarbankinn og síðan vann ég hjá Búnaðarbanka og ég vann hjá Kaupþing-banka og KB-banka og ég man ekki hvað. Endaður hjá Arionbanka? Nei, það var ekki komin í Arionbanka. Það eru sko reglur á bankanum að 67 ára skaltu hætta. Já. Ég fekk að klára þann mánuð sem ég var 67 ára og síðan hafa liðið 7 ár. Já. Dásamlega ár eftir ég hætti að vinna. Bara dásamlega. Og við ætlum einmitt að eyða tímanum við að tala þau, en mér langar alltaf að heyra samt fyrst frá þér, Ásdís. Við hvað starfar þú? Þetta margir sem vita það hérna á Akureyri en kannski ekki landa allt. Nei, ég er nefnilega ekkert alveg viss það sko, því að það halda allir að ég hef allar mína tíð sem fullorðin unnið úti. Já. En ég náttúrulega vann alveg rosalega mikið sem heimavinnandi. Já. Því það var allt saumað, prjónað, bakað og búið til frá grunni. Já. Með einni fyrirvinnu sem kennara. Já, hugsa sér. En ég byrja náttúrulega að vinna 9 ára gömul sumarvinnu. Og fyrsta stelpan sem ber út Morgunblaðið á Akureyri. Já, voru bara strákar í því? Já, það voru bara strákar. Já. Ég átti sko að vera barnapía. Já. En sagði upp eftir fyrsta daginn. Já, varstu þetta ekki skemmtilegt? Nei, ég ætti að passa frænku mína og mér fannst þetta bara hún vera frek og mér fannst ég geta alveg eins unnið við blaðburð eins og bróður minn, svo ég þurfti að biðja vinnuna sjálf. Já. En ég entist allt sumarið í þessu. Svo eftir það, þá fer ég nú svona algjört á spenan eins og hann. Ég byrjaði að vísa ekki í kaupfélaginu meðfram skóla,
heldur fór ég á sambandsverksmiðjurnar í Gefjun og var sendill frá 9 til 6. Já. Sendist að hjóli. Ég byrjaði bara daginn sem skólinn var búinn og vann til síðasta dags í sumarfríi. Þannig að ég átti svona ekki bernsku á þessum árum. En það margir sem muna eftir þessum íþróttakennara? Já, svo fór ég nefnilega að vinna á sumrin hjá KEA á móti skólanum, bara afgreiða. Síðan fór ég í íþróttakennaraskólann og vann bara í 3 ár. Og fer svo að vera heimavinnandi, því börnin komu svo þétt. Og þau komu þarna 6? Já, og ég fór ekki að vinna, sko, ég vann heimavinnandi 10 ár, svona aðalega, ég skrapp alltaf á 50 dögum og kendi fullorðnum að synda, fyrst í eftirliti og svo kennslu. Nú síðan, fékk ég tækifæri til þess að byrja hægt og rólega eftir þessi 10 ár, með 10 tímum. Fór í hálfa kennslu við Gagnfræðaskóla Akureyrar, fyrst var ég í barnaskólanum og svo endaði ég í verkmenntaskólanum 20 ár í fullri vinnu. En að því verðum að tala hreyfingu, sem ég veit að hefur náttúrulega verið mikið svona áhugamál hjá þér og náttúrulega atvinna í gegnum tíðina, að þá er það tónlistin hjá þér sem er svona, sko það eru margir sem þekkja þig í gegnum tónlistina. Það var mín hreyfing. Það var þín hreyfing, það var þín andlega hreyfing. Og það er sko, hvað kallaðist það? Tríó Rabba Sveins, var það ekki? Ég er búinn að vera í mörgum hljómsveitum. Já. Yfir 50 ár í hljómsveitum. Já. Teldu upp, hvaða hljómsveitir þetta eru? Fyrst var það hljómsveit Birgis Marinóssonar, svo hljómsveit Pálmar Stefánssonar. Nú svo komu þarna alls kyns nöfn sem að maður man ekki heilmikið Astró, Laxar, það var einn hljómsveit. En það er svolítið merkilegt við það að 1962 og 3 þá er ég hljómsveit Pálmar Stefánssonar. Núna í dag 2016 er ég líka í hljómsveit Pálmar Stefánssonar. Við erum byrjaðar aftur og reyndar við höfum nú sjálfsagt lítið hætt. Og nú erum við nefnilega að mikið að spila út á Dvalarheimilinu Lögmannshlíð. Og það er svolítið gaman að því að þegar maður er þar að þá hafa nú kom til mín einu sinni kona og sagði það var svo gaman á böllunum á KEA hérna í gamla daga. Ég var nefnilega í 12 ár satt ég inn í horni þar upp á senunni og landist þar á mína trommur. 12 ár í röð, þá var ég eiginlega alveg búinn að Varst alltaf á trommum? Já, og var að syngja með. Og syngja með hana? Já. Er það ekki ferlega flókið að vera að spila á trommur og syngja leið? Og þú færð ekki betra út úr nokkrum hljóðfæraleikara en manni sem að notar báða fætur, báðar hendur og hann er að syngja líka og ég var alltaf svona fyrir þessum hljómsveitum eitthvað og þá horfði maður á salinn og var svona að lesa salinn hvaða lag maður ætti að taka næst og svo þegar maður var búinn að klára lagið þá var maður komin upp með nýtt lag í hausinn og til þess að reyna að passa til þess að maður var náttúrulega að halda upp í stemmingu. Manst þú eftir honum á böllunum? Ég elska mín. Hann er minn aðalskemmtikraftur ásamt sínum vinum því að ég elskaði að dansa. Já, auðvitað. Og ég ætlaði mér alltaf að fara og læra eftir íþróttakennaraskólann. Ég ætlaði sko að læra að vísa ekki samkvæmisdansa. Ég kendi nú gamli dansanum náttúrulega töluvert lengi. Ég ætlaði sko að kenna móderni dans. Þá var það að byrja að dansa svona bara berfættar. Og svo kom jazzballettin upp úr því. En svo var ég bara ástfangin. En þú og maðurinn þinn, Sálugi, Einar Helgason, myndlistarmaður, sko, fóruð þið saman á böll, var hann ekki líka dálítið dansari svona? Jú, hann var mikill dansari. Já, ég trúi því. En hann þoldi ekki að dansa gömdansana, sem ég fann svo skemmtileg. Hvað vildi hann dansa? Hann vildi bara dansa þetta nýjasta, svona swing og tjútt og djæl og valsa og svona sko. En það er alveg sama, maður naut þessara tíma og þetta var sko.
ég gleymi bara ekki Tedansson. Já. Klukkan 3 til 6. Það var nú áður ég kynntist Einari. Já, á Hótel Kea. Með sína alkóp. Með sína alkóp, fólk var ekkert að drekka áfenginni. Nei, ekki áfengi. Það var ekkert verið svona happy hour eins og í dag, fólk hefur bara að drekka bara óáfengt Það er rétt á undan því, áður en ég kem hérna, sko. Já, það er Menntaskólahljómsveitin þá, alveg rétt. Og það er áður en ég kynnist Einari, sko. Og hvernig voru þessi böll á Hótel Kea? Kom fólk voða fínt upp á fært og svona? Já, alltaf mjög snyrtilega og mjög gott. Og verulega, það voru verulega góð. En þetta var svolítið erfitt að vera svona á sama staðnum og það kom óalega mikið sama fólkið. Já. Þannig að við þurftum að vera með svona 2 til 3 ný lög á hverjum laugardegi. Já. Og það kostaði sko svona 2-3 æfingar yfir vikuna, lágmark. Þannig að þetta kom náttúrulega ansi mikið niður á heimilislífinu. Já, og svo varstu mættur sko því það var að byrja að dansa 9. Það var enginn að fá svona í glasáðunum og fór á ball. Nei, ekki svona fyrir partí og allir að koma svona. Og ég bragðaði ekki áfengi þegar ég var hvað mest á böllum. Ég var komin á fertugsaldur þegar ég smakkaði fyrst. Líkjör. En eitt langar mig til að segja, og það er, ég er nefnilega annarri hljómsveit. Og hún heitir Þuríður formaður og hásettarnir. Alveg rétt. Og við spilum á einu balli fast, eða búin að gera undanfarin ár. Og það er á árshátíð Menntaskólans hérna, eða fyrsta DS-hátíðinni. Alveg rétt. Og þá erum við hann upp á efri hæðinni og einhver hljómsveit úr Reykjavík niðri. En það er svo gaman að því að það er búið að kenna krökkunum í veturinn, það er búið að kenna þeim að dansa polka, það er búið að kenna þeim að dansa ræl og masúrka og allt þetta. Og við erum að spila þarna frá klukkan 12 til klukkan 4 að bara alveg gjörsamlega á fullu og það er troðfullt. Ég man eftir þessu þegar ég var í menntaskólanum, mér fannst svo gaman sko og mikill heiður að því að vera þarna því að þar voru kennararnir líka oft með sína maka að dansa og tóku bara þannig þarna mættust sko kynslóðirnar, nemendur og kennarar í því að skemmta sér og dansa og já, ég man eftir því. Mér finnst þetta alveg stórkostlega flott að kenna krökkunum þetta og þá hafa þau þennan grunn. Og bara kunna þetta. En gott fólk, mér langar svolítið að því ég var að tala um að ræða það, svona hvernig er að takast á við ellina og vera eldri borgari á Íslandi í dag? Hvernig líður ykkur? Hvernig er að vera á þessum stað? Þessi kafli lífsins, hvernig er hann? Grunnurinn að þessu öllu er góð heilsa. En maður náttúrulega ræður henni ekki. Ekki öllu leyti. Nei, ekki öllu leyti, maður getur hjálpað til. Ef að maður er með góða heilsu þá getur maður, ef maður vill, þá getur maður haft nóg að gera. Og ég segi bara fyrir mína parta, ég skil ekki hvernig ég gæti unnið með þessu öllu sem ég er að gera. Já, í dag. Það er bara, ég hef sko flesta daga, ég er bara með alveg dagskrá og ég er bara með bók, það er bara þannig, ég verð að skrifa. Já, það er þannig, þú ert bara með dagbók? Ég er með dagbók til þess að skrifa niður hvað ég á að gera í dag og hvað ég þarf að gera á morgun. Og kannski hef ég nú verið í mörgum félögum og ég hef verið svona dálítið tilbúin til þess að taka þátt í að vera kannski framarlega í þessum félögum. Og hérna, ef að ég hef lent í því að þá hef ég yfirleitt ekki gert það nema ég treysti mig til þess og þá gerir það með dálítið svona bravör. Já, bara gerir það til þess að gera það. Og svo náttúrulega hef ég verið enn og aftur ef við verið að spila og bara var það heil mikið bara núna fram á síðustu ár og það var aðeins róast en við erum fast þarna út á Laumaslíð og svo tók ég nú að mér að sjá skemmtanir fyrir aldraða hérna niður í Safnaðarheimili Akureyrarkirkju og þar hef ég verið að syngja og flytja gömul lög og... Já, og ég frétti þið var eiginlega bara, og veit náttúrulega sem prestur þarna, þið eru eiginlega svona sprengja bara húsnæðið utan að ykkur, þið eru búin að vera með minningarstund og sögu og tónlist Hauks Mortens og Óðins Valdimarssonar og það hefur bara verið húsfyllir. Já, það er svolítið gaman að fara yfir þetta og fólk virðist hafa gaman að þessu. Er þetta það sem kallast samvera? Samvera eldri borgara. Já, ég þarf að fara að skoða þetta.
Þú ert duglegur líka að fara í sund, veit ég. Þið farið hjónin alltaf, þið hreyfið ykkur og svona. Ég fer í sund flesta morgna. Já. Og, það getur nú kannski sagt það svolítið gaman að því. Læknirinn minn sagði, vertu ekki að synda of mikið bringusund. Nei. Og hérna, en ég samt syndiði bringusund vegna þess að ég er með bílað hnéð og þá fæ ég verk í hnéð, þá hætti ég að synda og fer ég heita pottinn, þá fer verkurinn. Já. Þetta er svona, jafnar sig svona út. Já. En sko heiti potturinn, hann er lífið hjá mér. Já. Vegna þess að þarna erum við að hittast klukkan 9,8 og stundum 10 kallar þarna saman. Já. Og sko og svo förum við upp korter yfir, eða 20 mínútur yfir. Og það verst að við mistum þann sem að hugsaði hérna klukkuna, það var Bernharð Haraldsson, hérna skólameistari. Já, hann var suður. Bara klukkan korter, 20 mínútur yfir, þá stóð hann upp og sagði, jæja, stundarhátt og þá risu 8 eða 10 kallar upp og löbbuðu allir út í einni bumbu. Já. Var það þá til þess að bara kæla sig? Nei, þá fórum við og fórum í sturtu og síðan við farið fram og fram í andir og þar sitjum við og fáum okkur annað kaffi eða vatn og erum til klukkan 10. Já. Og þarna erum við búnir að, hérna, leysa lífsgátuna mörgum sinnum. Já. Og við erum búnir að hérna, leysa það sem að ríkisstjórninni hefur ekki tekist að gera. Nei. Við leysum það bara sko á fyrsta átímanum. Já. En þessi samvera, hún er bara nauðsynleg. Hún gefur manni bara alveg geysilega mikið. Og skiptir ekki alveg ofboðslega miklu máli, auðvitað geta komið morgnar hjá ykkur eins og öðru fólki. Og ungu fólki þar sem þið bara svona, ég nenni ekki fram úr og kannski verða mjög freistandi þegar maður er ekki bundinn að því að mæti vinnu að hugsa bara, ég ætla bara að kúra fram eftir og svona. Skiptir ekki svolítið miklu máli á þessum árum að hafa svolítið rútínu og kannski leyfa sér ekki, einstaka sinnum bara hollt fyrir alla að leyfa sér að hvílast og jafnvel að liggja í rúminu eitthvað fram eftir, þú veist, við þurfum öll einhvern veginn að því halda eitthvað. Skiptir það ekki máli að halda svolítið rútínu og að því að annars getum að fara að freistast til þess að vera bara morgun eftir morgun bara liggjandi, sko. Já, við tökum helgarnar alltaf frí, sko. Já. Við förum ekki á laugardögum og sunnudögum. Nei. Þá bara eins og var þegar maður var í vinnunni, þá bara erum við að dúlla okkar í rólegheitum á laugardögum og sunnudögum. En hvernig eru dagarnar hjá þér, Ásdís? Þetta er alveg öfugt, sko. Ég er ekkert skipulögð. Nei. Ég hef þurft að vera svo skipulögð allt mitt líf og alltaf verið að vinna fyrir aðra og hugsa aðra og undan sjálfri mér. Já. Með svona mörg börn og svo náttúrulega sjúkling. Ég var lokuð inn í alveg hreint þarna í 4-5 ár, sko, yfir honum. Að nú er ég algjörlega svona óskipulögð. Og nýtur þess? Já, ég nýt þess svo að drolla á morgnana. Já. Ég fer náttúrulega kannski, ég fer svo snemma að sofa. Já. Og svo þegar ég er búin að fá mér morgunverð, þá fer ég inn í rúm og ef blaðið er ekki komið, fréttablaðið, þá bara tek ég góða bók eða þá að ég fer að skoða eitthvað á tölvunni. Já. Stundum fer ég snemma upp og gera eitthvað. Já. Stundum fer ég bara seint. Já. Það er engin stundaskrá hjá mér. Nei. Það er engin, ég þoli ekki stundaskrá. Nei. Þú varst búin að fá nóg af því, það var bara búin að vera svo mikið. Ég var bara búin að fá nóg af því. Sjáum stundaskrá fyrir krakkana og svo fyrir sjálfa mig í vinnu. En leiðist þér einhvern tíma? Svona alveg reynslumislega? Sko ég leyfi mér það ekki. Nei. Það kom upp stundir sem að það ætlar að grípa mig eitthvað leiðindi, en þá bara kemur rökhugsunin. Það er svo margt sem þú hefur að gera og ég hef miklu meira að gera heldur en ég kemst yfir að gera áður en ég dey. Já, þú meina. Því að ég veit að þó að tölvan segi ég verið 127, þá trúi ég því ekki. Ég trúi því nánast, skilur, ég horfi á því og fylgist með þér. Að ég er alltaf með minnstakosti 2 handavinnur í gangi. Já. Ég skrifa, mér finnst voðalega gaman að skrifa. Já. Skrifa þá eins og bara á Facebook eða skrifaðu líka textana? Ég er nú farin að skrifa núna endurminningar mína frá bernsku. Ég dreif mig á námskeið í skapandi skrifum. Búin að ganga með í kollinum í 15-20 ár og vissi hvernig ég átt að byrja. Já. Svo náttúrulega fæ ég sjokk því að kennarinn segir svo bara við okkur í fyrsta tímanum að við eigum bara að byrja. Já, bara hér og nú. Þá varð ég. Já.
og það kom bara svona runa af hugsunum og hann hjálpaði mér svo að setja þetta upp og hérna kaflaskipta og ég kom inn alveg á fullt. En stórkostlegt. Eitthvað sem þið hafði alltaf dreymt svona Já, sko, mér finnst, fyrst kom þetta nú svona, kannski hefur það verið bara afbrýðisemi, að krakkarnir allir með myndir eftir pappa sinn búið vegg og hann deyr aldrei, sko. Nei, hann lifir í og myndunum. ég sagði með mig, get ég ekki skilið eitthvað eftir mér. Já. Og svo átti ég svo skrautlega bernsku. Já. Að ég hugsaði með mér, ég ætla að byrja. Og ég búin að fá 2 barnabörn til þess fullorðin, sko, að kíkja aðeins á þetta og þau sagði í guðana bænum haltu áfram. Já, frábært. Og þetta bara fyrir ættingjana. Kannski verður þetta gefið út. Nei, ef þau geta grætt á því þegar ég fari. Já, þá verður það ekki verða. En sko, nei, þetta náttúrulega, sko, ég lifi, þú sér það, ég búin að lifa til dæmis hvernig að þvottur hefur verið þveginn frá því að skóla út í læk. Og sjóða í potti og svo alla þessa byltingu með þvottavél með handvindu, svo rafmagnsvinda og svo bara sjálfvirkt. Já. Og þið eru kynslóðin, ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða, að þið eru sko kynslóðin sem að sko hafið upplifað mestar og flestar breytingar, ef maður getur sagt. Það einhvern veginn því að við farið sko frá alveg ótrúlega svona bara hvað maður segir mikill vanþróun yfir í bara einhverja hátækni, eða skiljið, það er alveg sko bara kynslóðunar rétt undan ykkur einhvern veginn náðu halva leið að því sko, en þið einhvern veginn náðu ótrúlegri breytt. Það gerir náttúrulega hernámi sko. Það breytist allt þegar uppgengni kemur, það er búið að vera kreppa og atvinnuleysi, fátækt og algengt. Ég fór 2 sinnum í sveit og verið í Torfbæ, svona bara í heimsókn í sveit. Ég segi það, þú veist, þið þekkið sveit. Og sko, svo upplifum við það að það kemur þessi velmegun. Og síðan hefur þessi þróun verið svo rosalega. Það var ekki sími heima hjá mig fyrir ég var 15-16 ára. Það var ekki sími þegar við byrjuðum að búa, sko. Það voru ekki með síma inni. Nei, þú og þín kona. Já. En þá langar mér svolítið að spyrja ykkur, svona að lokum. Útvarp og grammófón. Já, allt þetta, já. Að ég er svolítið forvitin, þið með vera alveg heiðarleg og hreinskilin við mig þó ég sé að spyrja út í mína kynslóð. Hvað finnst ykkur okkur? Hvað finnst ykkur ungu kynslóðina? Ég tel mér nú til hennar í dag. Hvernig horfir hún svona við ykkur? Bara mjög vel og ég var nú allt í einu að datt mér í huga mér. Við vorum eins og saman á tölvunámskeiði. Já. Og það var nú bara hérna í menntaskólanum. Saman með kennara eins. Já. Og þá vorum við að læra svona tölvuna og það er einmitt þessi kynslóð, þessi ungu krakkar í dag. Þau bara tóku að sér að kenna okkur eldri borgurum inn á tölvuna, inn á iPadin. Albestu kennarar. Ég leyfi mér það ekki að ætla mér að detta aftur úr einhvern veginn. Ég ætla ekki að gera það, þannig að ég er komin með náttúrulega hefur alltaf verið með tölvu og það dótari og ég er komin með inn í síman minn, ég er komin með alls konar upp og þetta dótari, sko, ég ætla bara ekkert að... Nei, þú er bara búin að ákveða það. Meðan ég get eitthvað hugsað, þá bara reyni ég að vera inn í þessu. Þú þarf ekki að gefast upp einhvern veginn. Nei, og nú bara fyrir síman ef mér vantar eitthvað, stöðuna á reikningunum mínum eða hvað er hérna, evran, hvað er hún í dag, sko, og allt eftir þessu. Svo fylgist ég með flugumferð hérna yfir og öllu með þessu. Ég bara nýt þess að geta verið með þetta. Þetta er rosalega mikilvægt að halda þetta og byrja ekki að gefa eftir og ímynda sér að maður get ekki lengur lært. Nei, sko, þá er maður bara stagnaður í gamla tímanum. Maður fylgist ekki með, maður hefur ekkert að ræða við börnin. Getur það ekki verið að þá byrji kannski eldra fólk að vera jafnvel neikvætt út í yngri kynslóðir þegar það stagnar? Skilur við dettur í hug, af því maður heyrir stundum eldra fólk tala að, þú veist, unga fólki sé bara í símanum og þetta sé bara svona. Getur það verið vegna þess að myndast bara þarna gap á milli, bíl á milli, sko? Já, kannski er það, en sko, allavega eins og í mínu tilfelli þá hefur ég alist svo mikið, eða sko krakkarnir, barnabörnin mín, þau hafa verið svo mikið hjá okkur, þannig að við höfum fylgt þeim sko áfram í þessu hvernig þau svona stækka og þau koma með síma og sína tölvur og þau náttúrulega koma og
kendu okkur og annað, Já. þannig að maður hefur svona reynt að fylgjast með þeim, Já, já. mjög mikið. Mér finnst Alveg unga ónægt, fólki í dag bara alveg yndislegt. Já, dásamlegt bara. Mér finnst það. Þú náttúrulega búin að vinna, þú varst að vinna með ungu fólki alveg fram á... Ég skemmti mér aldrei betur en með ungu fólki. Það er kannski galdurinn, að kynslóðirnar halda alltaf saman til þess að, hérna, gott að fara þannig í gegnum ellina, passa sig á því að vera í tengslum við ungt fólk. Og svo er gott fyrir okkur unga fólki að vera í tengslum við ykkur. En við náttúrulega vitum ekki hvað ellin er. Nei, og þó við erum eldri borgarar. Já, við erum eldri borgarar. Við erum náttúrulega sko græð á því að vera með skírteini og fá afslátt. Já. Og hérna, við vorum með þess að saman í ferð í höst út á Kanarí. Það er að segja sko í sömu ferðinni. Já, við vorum ekki saman þannig. Já. Og ef maður er nógu aktív, þar er ég nú í ferðarnefnd sko, hjá eldri borgurum og það er bara fullt að gera. Við erum að útbúa sko 3 hérna innanlandsferðir og 2 utanlandsferðir og það, eins og ég segi, ef maður er nógu vakandi þá getur maður haft nóg við að vera. Ég held að ég leyfi þessu að vera að loka orðunum hérna, því að þetta er skilabúðir. Aðeins samt eitt. Já. Að það fylgir ellinni og oft og fljótt að þurfa að skilja við ástvini og horfa á samtíma með sína og jafnvel yngra fólk fá sjúkdóma sem ekki er hægt að ráða við. Já. Þannig að sko, það eru döprustu stundir. Já, það getur verið mjög erfitt. Og vera kannski tíður gestur í útförum að hvetja fólk. Þeim fjölgar. Já, þeim fjölgar, já. Það er nefnilega máli, sko. Þeim fjölgar þeim. Það er nú heila máli, sko. Því miður. Kæru vinir, Rafn og Ásdís, það var ótrúlega gaman að sitja þetta með ykkur og spjalla og þið eru bara alltaf fyrirmyndir fyrir mig. Ég ætla að horfa til ykkar þegar ég verið komin á efri árinu, hvernig hægt er að vera virkur og kannski verð ég eins og þú, Ásdís. Ég lifi svolítið svona eftir skipulagi, kannski verð ég akkurat þannig ég ligg aðeins skoða blöðin upp í rúm og svona, ég sé það alveg fyrir mér, sko. En við þökkum samfylgdina í dag, kæru vinir, og við sjáumst aftur í næstu viku.